Við erum komin hérna heim til hennar Tinnu Royal. Hún var einmitt valin bæjarlistamaður Akraness núna 2020. Við ætlum að fá óskari til hamingju og fá að heyra í henni hvaðan hún sækir sinn innblástur og aðeins að skoða verkin hennar. Verkefnin eru fjölbreytt. Já. Þú ert að mála, þú ert að gera og þú ert að gera svona litla hluti sem ég skil ekki hvernig er hægt að gera. Ég sannlega reyna á þolinmæðina mína. Ég vildi alltaf vera myndlistarmaður í málingu, skapa allt mitt sem málverk. Og einhvern veginn sem krakki þá var alltaf bara, þú þarft að vera olíumálari. En þú fær ekkert olíumálingu þegar þú ert barn. Þannig ég fæ tréliti, vaxliti, vatnsliti og skildi einhvern veginn bara, myndlistarmenn væri svo þolinmóðir. Þú þarft að bíða í svo marga daga til þess að geta unni olíumálverk og þannig að til þess að undirbúa mig að fara að prófa olíuna þá var svona, er ég þolinmóð? Þannig að ég fór að sauma og föndra og minna og þetta er allt spurning að gefa sér tími í þetta. Þannig að ég er örugglega rosalega þolinmóður olíumálari sem ég er núna. Herðu, allt undirbúningur. Má ekki rölta hérna aðeins og fá svona útskýringar á verkunum þín? Já. Hér ertu með Royal. Herru, þetta er eitt af nýjustu sem ég er að gera. Það er Royal önnur bragðtegund. Mér var sagt af innanbúðarmanni að það væri að koma ný bragðtegund á markað. Og þá fekk ég bara svona hugmynd, þú veist, hvaða bragðtegund er það? Ég fór að giska svona í hausnum bara, er það, þú veist, þetta hitt eða súkkulaði eða þú veist, kaffi eða súkkulaði. En hvort það væri lakkrís eða eitthvað svona, hvað er á seyði og af því ég er svona ótrúlega grútlegu karakter og einhyrningar eru sálufélagi minn og þá var þessi hugmynd til. Hvað ef það er einhyrningabragð eða regnbogalitur og af því að mér datta í hug þá get ég ekki annað en framkvæmda. Það er eiginlega. Þannig að ef að þau færu í framleiðslu á einhyrningabúðing, þá getur þau talað við þig því að þú ert komið umbúðin. Ég efast ekki það að það væri hægt. Ég er búin að hugsa út í það. Hvað ef pokarnir voru 6 pínu litlir inn í, mismunandi litir og þú eru einhvern veginn að koma samtímis út í sem er alveg hægt. Það er alltaf verið að gera kökukrem í mörgum litum. Þeir geta þetta. Ég heyri það, þetta er að fara á markað. Ég þarf bara að spjalla við þessa innanbúðarmenn bara einhvers konar samstarf. Já, heyrðu, og svo ertu með hérna smá málverk. Þegar ég segi smá, þá meina ég meira en mannhæða hára. 1,93 þessi dama og þetta er önnur tilraun hjá mér. Það er þolinmæðin, check. Stærðin, check. Og ég mála þetta bara á kvöldin í 12 tíma vöktunum mínum heiminn í stofu. Hún er hér undir lofthæðar. Ég mála ekki svona stórt. Þetta er þolraun sem er hér að koma. En fyrirmyndin er ekki af Akranesi, sé ég, ekki af Íslandi. Þetta er kvikmynd sem heitir Attack of the 50-Foot Woman og þá væri texti og af því að í gamla daga þá var ekkert sem hét, held ég, ljósmyndatæknibrellur eða eitthvað svoleiðis, þannig að listamenn máluðu málverkin fyrir plakati og þetta var þá fjöldaframleitt og plastað á alla veggi. Þannig að það hefur sennilega verið á þeim tíma sem ég málaði þessa mynd er ég rosalega heilluð af kvikmyndamálverkum. Svo tókstu þetta COVID hérna. Einhverju voru að baka súrdegsbrauð. En nei, Tinna Royal, hún gerði pínulitla stofu með skandinavískri hönnun inni. Já, út frá, ég er alveg viss að myndin sé sökudólgurinn. Ég prófaði að mála þá pínulítið olíumálverk og hvar á ég þá að geyma þetta pínulitla olíumálverk. Ég þarf pínulitla stofu og stofa mín þarf húsgögn og þannig að þetta vatt bara upp á sig eiginlega bara í náttúrulega þessa innilokun. Ég er bara heima að föndra og föstin á vinnuborði, tölvuborðinu mínu en ekki á vinnustofunni. Og þetta eru bara allt hluti sem ég var með heima hjá mér. Og það einhvern veginn varð að bara ástríðu þessa daga. Og ég var alltaf að byrsta þetta á Instagram og fólk var bara að senda mér skilaboð að þakka mér fyrir þessa afþreyingu og þannig að ég skemmti mig konunglega við þetta. Þetta er svona nýjasta, hvað ég segja. Þetta er hluti af sýningar sem ég var með núna á vökudögum. Því ég vil alltaf vera með á vökudögum á Akranesi sem eru þá í lok október. Og það var eiginlega svona áramótaheitið mitt árið 2015 að taka alltaf þátt á vökudögum. Og þetta er vökudagar þá 2019 og þetta er eiginlega bara svona kórónar allt sem er Tinna Royal. Og hvernig í ósköpunum gerirðu þetta? Þetta er bara hefðbundin stríð til þess að mála á. En ég sauma palléttur í hann. Teikna myndina fyrst og svo bara fylli ég út í eins og ofboðslega tíma fyrir glitabók með palléttum. Ertu ekki að ganga svolítið langt með þessa þolinmæðisvinnu? Ertu ekki komin eitthvað upp fyrir? Ég upplifði það hérna því að ég náttúrulega byrjaði að gera eina mynd sem var að 2, sem var að 3, sem var að sýningu
og og þetta náttúrulega var alltaf þessi þolinmæðis pæling sem ég var í og útskrifaði mig sem þolinmóðan listamann og stöðvaði sem sagt kannan af því að öxli mín var að fara. Þetta ofboðslega endurtekin hreyfing en mjög skemmtileg. Þetta náttúrulega dáleiðandi sem heildaverk og þannig að það verður slegist það einhvern daginn en þær fara aldrei frá mér. Hvar getur fólk séð listina þína eða jafnvel keypt af þér? Ég er sennilega bara sýnileg á Facebook og á Instagram. Ég er þetta mjög dugleg á Instagram núna og það er að finna mig þar bara sem Tinna Royal. Og ég er orðin mjög dugleg að nota þetta í stories. Þú getur séð fallega á Instagram-veggjum en það sem ég birti myndir en ég er óbúslega dugleg líka að leyfa fólki að sjá hvað ég er að gera með því að sýna eitthvað svona bak á tjöldin í því. Fólk er mjög hrifið af því, þannig að ég er farin að einbeita mig svolítið af því. Tinna, hér ertu að slá alveg nýjan þráð, eða hvað? Þú ert farin að skreyta föt. Já. Það er engin takmörk fyrir því hvað þú tekur þig fyrir hendur. Ætli ég vil ekki bara klína smá Royal utan á mig. Mér finnst það mjög líklegt að það sé það sem ég er að gera. Ég nota þessar peysur í vinnunni minni. Ég fer á bókasafnið og afgreiði alla í þessu og veg lukku, kátínu, þú veist. Þú setur smá Royal inn í bókasafnið? Ég geri það. Ég bara roðna ekki við að fara svona út í daglegt líf og en aðalega er ég að gera það fyrir jólapeysupartíi sem ég er búin að þvinga fjölskyldunum mín í. Á aðfangadag þegar við förum í grautinn til mömmu þá eiga allir að vera í einhverjum handgerðum skemmtilegum peysum og ég held að ég sjá alveg þá framleiðslu. Þetta er töluverður metnaður. Má ég máta eina? Gjörðu svo vel. Og hvað, hugmyndirnar eru bara fengnar svona hist og her eitthvað? Hvernig þetta mann í hug þetta til dæmis, orabunir? Mér finnst líklegt að það sé jólin þarna bakvið. Ég hef gert jólakúlur og jólakúlan 2019 var orabun. Mér finnst þetta æðisleg flík. Og vá hvað þetta gleður svo. Já, ég er alveg sammála. Ég væri til í að vera í allt kvöld fyrir framan ykkur í þessari peysu en það er bara ekki hægt. Við verðum að enda hana þátt einhvern veginn. Þannig að við segjum bara bless, þangað til næst, sjáumst.